Við erum hérna í litlu sveitabúðinni á Hellu sem í landi Grímsstaða við Mývatn. Fallegt útsýni hérna. Hvenær fluttuð þið hingað þið hjónin? Við fluttum hingað 92, byggðum okkur hérna hús og vorum þar bæði að vinna í Gísiliðinni og hann upp í Reykjavíkurþorpi. Þið eru bændur og svo ertu bókari, en þér fannst eitthvað vanta að þú ákvaðst að opna búð líka. Það þetta tengist því að við ákvaðum 2008 eða þá framkvæmdum við hugmyndina að gerast bændur sem selja beint frá bíli. Okkur fannst þurfa að styrkja rekstrargrunn búsins og svo fannst okkur líka kannski bara, við kannski fylgdum í kjölfarið á svona þessum áhuga sem var að framleiða vörur beint frá bíli og það var stofnað félag 2008, 29. febrúar, góð dagsetning, 2008 og þessu var svona ítt svolítið úr vör bara í sameiningu allt landið. Það byrjuði þó nokkur bændur 2008 og svona beint frá bíli svona regnhlífa félagsskapur. Fundum fljótt að reykhofinn okkar sem við notum til þess að reykja hangikjötið okkar og fiskinn var hún lítill. Þannig að við stækkum hann fljótlega 2009-10 um mangi. Og hann lítur út fyrir að vera frá fornum tíma en hann nýr. Já, hann nýr. Við vildum auðvitað láta hann falla vel inn í umhverfið. Ekki bara það. Það sem við fundum í fljótt, það ekkert alltaf auðvelt í Mývatnssveit, því að Mývatnssveit nú þekkt fyrir sól og blíðu. Að það var stundum á heitt á sumrin, þess að reykja fiskinn. En við þurfum að byggja hann vel einangraðan og sáum þá tækifæri í að gera hann svona náttúrulega með því að bara fela hann. Já, hann passar mjög vel. Já. Þetta ekki hraun eða bara grjót? Bæði og bæði hraun og grjót. Þannig hann vel einangraður og undir jarðvegi. Og virkar vel. Þetta ekki mikil vinna? Lýstu aðeins fyrir með ferlinu eins og þegar þið notið reykkofann. Það ekkert hægt að fara að honum þegar það er alltaf að fara að honum, en ég viðurkenni það að ég fer sjaldan inn í hann. Maðurinn minn sér það. Það tekur margar sturtuferðir kannski? Það gerir það fyrir mig, En það svona ferlið á fiskinum eða? Já, til dæmis. Já, ég meina það þarf að hengja hann upp. Við hengjum hann upp á raf. Við erum ekki að reykja á grindum heldur. Hann hangir eins og maður gerði hér í gamla dag og gera enn. Og þeir ekki eingöngu með taði? Eingöngu. Við erum með allt okkar sauðfé á taði. Það í rauninni ekki auðvelt að fá gott tað. Maður verður bara að vinna það sjálf. Eftir nokkra daga þegar fiskurinn klár, það bara að tína þetta út og pakka þessu. Já, og þið pakkið þessu hérna bara í í aðstöðun okkar. Já. Og þetta allt í sama húsinu? Já, sama flæði. Og svo búðin hér. Já. Hvernig opnatími og traffík? Já, opnatími bara þegar ég heima. Já. Það þannig. Það mjög heimilislegt. Símanúmer utan á hurðinni ef ég svara ekki bjöllu. Já. Ég gæti bara verið hérna svona einhvers staðar í hinum húsunum. En ef ég ekki heima, þá bara lokað. Já. Það mjög einfalt. Já. En við fundum fljótt fyrir þörfinni að það var ekki nóg að framleiða vöruna. Við erum að selja hana líka á netinu og það góð aðferð, en það getur ekki verið eina aðferðin. Þannig að við fundum mjög fljótt okkur vantaði svona stað til þess að taka á móti fólki og gestum og áhugasömum. Og við stöndum hérna við kælana og þeir eru fristar með alls konar vörum. Segðu mér aðeins frá því, þetta líka hérna eitthvað af þessu. Hvað eru það? Við framleiðum úr okkar vörum sem eru sauðfjár, eða af sauðfé, fyrir utan fisk. Bæði sem veiðum hérna í Mývatni og vatni sem hérna skammt frá sem að Grímsstaðajörðin á hluti í sem heitir Sandva. Þú ert hérna með sperla. Ég hérna með sperla, já. Og þér mikið í mun að fólk segir sperla en ekki bjúgur. Já, þegar fólk kemur og sér
sperlana mína í fristinum og segir, já, hér eru bjúgu, þá leiðrétti ég alltaf að segja þetta ekki bjúgu, þetta eru sperlar. Og hver nú munurinn á bjúgum? Hann sennilega aðallega í hausnum á mér. Já. Sperlar í mínum huga eru eitthvað svona sem bara svolítið hrein afurð, það bara gróf hakkað kjöt, saltað og reykt. Engin efni sem að gera þetta svona á farsi. Bjúgun kaupi ég út í búð, sko. Já. Þau eru svona svolítið farskend. Sperlarnir eru svona heimagert. Já. Svo eru þau bara með svona, grillkjöt. Já. Það er nú ekki langur líftíma á þessu? Nei, ég tók þetta upp í gær og bara nota á þetta pipar, grófmælaðan pipar og maldonsalt og þetta er í kælinum hérna hjá mér ef það selst ekki í 3 daga. Og ef það selst ekki þá bara grillparti hér. Já. Og svo er hérna, þetta er sandarsilungurinn. Já. Bleikja sem við veitum undir ís í vetur. Okkur þykir bleikjan oft best vetrarveiðin og viljum fara lendi fyrst hana á vakuumpökkum og eigum hana á grilli og svona. Er hægt að panta hjá okkur á netinu? Já, við erum með heimasíðuna hangikjöt.is og þar er hægt að panta svona flestar okkar vörur. Við erum kannski ekki með þær allar inn á netinu en það er alltaf hægt að heyra í okkur. Það var bara samband. En þú ætlar að leyfa mér að smakka hérna þess? Við erum hérna með bara, ég ætla nú að bara nota puttana. Já, það ekki bara. Já, ok, nota bara puttana. Ég er þetta með tannstöngla líka, sko, ef ég vil það. En bara guðskap. Þetta er regnbogasilungur. Við reykjum mjög mikið regnbogasilungi og mjög gott, góðu staður sem kaupum af Laxamýri í Reykjahverfi. Þetta hinn aðalsveitin. Já. Og Þínu heimahagar. Já. Hann var bara að taka út úr kofunum í morgun og er í raun bara að pakka úti núna. Já. Og þér finnst hann bragðmikill. Hann er mjög bragðmikill, já. Mjög. Við reykjum hann svolítið mikið og þurrkum hann svolítið mikið. Já. Það er leiðandi nærað þessu svona sterka bragði. Svo er hérna hellubiti. Þetta er þurrverkað hangikjöt sem við erum búin að vinna svona aðeins og annan máta heldur en sjálft hangikjöti. Við látum þetta hanga lengi í kofanum allan veturinn og sneiðum þetta síðan niður í svona lítil bréf fyrir ferðamenn eða þá sem vilja smakka. Bara svona snakk. Já, þetta er ákveðin máta og þetta heitir hellubiti. Vinnuheiti verður ofta að heiti, eins og gerist þarna. Við fengum aðstoð hjá Matthís við það að svona þróa þessa vöru og teljum hana bara vera orðna, já, hvað finnst ég, bara góð. Mjög gott, já. Þetta er bara æðislegt. Ef ekki að skála í einum hellubita? Einum hellubita. Er það ekki? Já, er það ekki? Jú, gerum það. Þú verður að taka hérna á móti. Já, þú meinar. Þannig að skál.